Hér eru þau komnar hérna Vigdís Hauksdóttir og Konur með svör. Heiða Björg Helgadóttir. Sælar, þið eru sem sagt frambjóðendur ykkar flokka. Vigdís, það var tilkynnt í gær að þú yrðir frambjóðandi Miðflokksins í Reykjavík og þú sigraðir glæsilega í prófkjörinu og varst annarsætið hjá Samfylkingunni. Ég ætla bara að fara beint í þetta, Vigdís. Hver verða þín málefni í þessum kosningum? Já, það er svolítið skemmtilegt að hafa hlustað á umræðuna hér í þessum þætti því að ég hef mikinn áhuga á því að það verði talað vítt sveitarstjórnarmál. Að þessi kosningabaráttu snúist ekki ein lítil afmörkuð verkefni. Heldur verði þetta á víðum grunni eins og til dæmis það að verði farið í þá vinnu að skoða það hver eru valdmörk ríkis og sveitarfélaga. Það til dæmis eitt sem við þurfum alveg að skoða. Því ég til að Reykjavíkurborg sé komin út fyrir valdsvið sitt og þurfa að skilgreina sig nánar hvert hlutverk sveitarfélagsins Og þessna þarf að fara í það og nái ég og minn flokkur góðum árangri í þessum kosningum að þá verði það farið í þá skoðun fyrstu 3 mánuðina. Hvert lögbundið hlutverk Reykjavíkur. Þar hægt að spara mikið fjármagn sem þá hægt að setja þá í þessar grunnstoðir til fólksins sem að vinnur raunverulega á gólfinu. Hvað þá Reykjavík að gera sem hún ætti ekki að gera? Sko, ég ætla ekki að setja neitt fram hér núna en miðað við að hafa skoðað þetta og skoðað málin, ég sem formaður fjárlaganefndar, þá það augljóst mál að sveitarfélögin að taka þessi hlutverk sem þeim ber ekki lagaleg skylda til. Já. En hvað með svona þessi deilumál, borgarlínan? Já, það eins. Ég vil að þessi samgöngumál höfuðborgarinnar og landsbyggðarinnar séu skoðað heildstætt. Formaður flokksins hefur talað mjög skýrt. Hann telur að borgarlínan eigi ekki að koma eins og hún kynnt núna. Samgöngumál eru mál sem á að hugsa til 80-100 ára. Það grunnstoð. Það á ekki að hlaupa á stað með rétt fyrir kosningar að vilja allt í einu fá borgarlínu og svo kom gagnrýni á það og þá var hlaupað á stað með það að setja Miklubraut í stokk, nýbúið að gera Miklubrautinu upp. Þetta verður að ræðast af sko í jafnvægi og miklu mikilli þolinmæði því að grunnstoðir eins og flugvellir, gatnakerfi og vegakerfi landsins, þessar æðar, þetta eitthvað sem við þurfum að byggja upp til næstu, eins og ég segi, 50, 80, 100 ára. Að það eigi ekki verið eitthvað svona hendistefna, eitthvað bara svona kosningalófur. Hvernig finnst þér borgin hafa verið rekin síðustu árin? Ég fer ekki dult með það að rekstur borgarinnar í miklum ólestri og það sem ég hef á stefnuskráni, það að verði ekki farið fram með rándir kosningalofvörð sem ekkert að standa við. Verði útgjalda kosningalofvörð hjá Miðflokknum, þá verða þau fjármögnuð og við rökstyðum það með því að koma með sparnaðartillögur á móti. Þetta grunnstef Miðflokksins. Ég geri ráð fyrir að þið verið þá með því að flugvöllurinn sé áfram en viljið færa spítala? Já, nýr spítala á nýjum stað, flugvöllurinn áfram í Vatnsmýrinni. Og sem sagt og svo verður listinn kynntur 24. febrúar, allavega 6 efstu og þá komum við til með að koma saman sem hópur og marka þá stefnu í þessum smærri málum. En þetta meginstefið. Heiða. Já. Samfylkingin, þið verðist nú reyndar verið í ágættri vígstöðu í Reykjavík, þið eru með þokkalegt fylgi og það maður einhvern veginn gefur sér að Vinstri græn muni vinna með ykkur og líklega Píratarnir áfram og þannig að þið hafið alveg ágætta möguleika til þess að halda og svo veit maður ekki hvað Viðreisn gerir en verður það bara þá meira af því sama? Já, mér finnst við hafa lagt fram núna góða skýra stefnu það hvernig við viljum að Reykjavíkurborg þróist. Við viljum að Reykjavíkurborg þróist í átt til framtíðar. Við viljum hér þétta skemmtilega lifandi borg þar sem mannlíf og menning og margt af því sem við erum að gera sannarlega ekki lögbundið en afar mikilvægt og það mjög margir sem að nefna einmitt svona hluti eins og Vigdís við hliðum mér áðan að við eigum ekki verið að gera það sem ekki er lögbundið. Ég meina ég vildi ekki nefna hvað það er heilmargt sem við erum að gera en það er mikilvægt að hér viljum við mannlíf, við viljum öflugt líf og umhverfi fyrir fólk þar sem við getum lifað góðu lífi, liði vel. Við erum við góða heilsu. Við erum ekki bara að tala um bíla og hús. Við erum að tala um fólk. En verður þetta ekki svona einhvern veginn grundvallar ágreiningurinn í kosningunum milli þín og Vigdísar? Er þetta ekki svona línurnar sem eins og þeir verða gæti orðið skarpastar? Ég held ég bara verða að taka svolítið undir með Þorbjörgu og Helga áðan. Mér finnst Reykvíkingar standa svolítið frammi fyrir valinu núna. Vilja þeir halda áfram eða vilja þeir horfa tilbaka?
Við viljum halda áfram, við viljum fá nýja sýn á borgin okkar. Borgin okkar að þróast mjög hratt. Við erum að vinna nýrri sýn í menntamálum, við erum með stórsókn í velferðarmálum, við erum búin að gera upp uppbyggingaráætlun fyrir fatlað fólk, við erum að leggja fram núna átak í atvinnumálum fyrir fatlað fólk, við erum með aldursvæn borg, við erum heilsueflandi borg, við höfum verið að vinna þar sérstaklega með aldraða og börn. Það mjög margt og þetta hérna, það sem við erum að leggja fram yfirleitt til lengri tíma. Við erum auðvitað búin að vera í stórkostlegri húsnæðisuppbyggingu, eins og bara allir sjá sem labba borgina. Það gengur vel, kosningaloforðin sem voru lögð fram fyrir síðustu kosningar hafa staðist, reksturinn stendur vel, borgin sterk, hún stendur vel fjárhagslega. Þannig að við leggjum óhrætt okkar verk í dómum Reykvíkinga. Við erum þetta kosningafundi. Ég að spáði að spyrja. En auðvitað yndislegt að hafa framtíðarsýn og auðvitað snýst framboð Miðflokksins líka að sjálfsögðum fólk. Það býr fólk hér í borginni en við leggjum líka áherslu á að Reykjavíkurborg hefur skyldur gagnvart landsbyggðinni. Borgir í lýðræðisríkjum hafa skyldur gagnvart viðkomandi ríki og það ætlum við líka að leggja áherslu á og til dæmis það að hafa flugvöllin áfram í Vatnsmýrinni sú skylda sem að Reykjavíkurborg hefur að það sé hægt að hafa tengingu hér við borgina. Stjórnsýsla Íslands allir 101. Það verður þá að gefa fólki tækifæri á því að komast þangað nokkuð óhindrað. En svo bara kosningabaráttan að fara á stað og við erum líka að horfa á það að það eru óteljandi tækifæri og tekjuaukning Reykjavíkurborgar síðastliðin 5 ár hefur verið gríðarleg og ég spyr hvert eru peningarnir að fara því þetta snýst alltaf fyrir rest núna eru sveitarstjórnarkosningar útsvarsgreiðendur og það hvernig þeir vilja að útsvari sínu sé best borgið og best varið. Ég ætla að segja eitt dæmi. Vinstri græni voru til dæmis með það á stefnuskrá sinni fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar að leikskóli Reykjavík ætti að vera ókeypis. Það hefur ekkert bólað á því kosningaloforði, heldur það farið í þann veg að það ófremdar ástand á leikskólum borgarinnar. Og ef við ætlum að byggja upp gott mannlíf og laða til okkar ungar fjölskyldum og ungbörn, þá til dæmis verður þessi grunnstoð að vera algjörlega í lagi. Því miður það ekki, svona geti tekið hvern málaflokkin á fætur öðrum og talið upp. Og gleymi því ekki að Samfylkingin, borgarstjórnarmeirihlutin féll 2014 og það var myndaður nýr meirihluti. Þannig við teljum að það sé gríðalegt tækifæri að koma þarna inn með skynsamlegar ákvarðanir og við komum til með að láta verkin tala í því. Já, nú með félögum þínum fyrrverandi í Framsóknarflokknum, formaður leikskólaráðs 2006. Já, nú ég ekki í Framsóknarflokknum. Nei, þegar enginn fékkst til starfa. Þetta ekki, það verður að skapa það svigrúm. Það er að heyra þetta bara þessu skellt fram. Eigum við þá bara að láta það halda áfram þannig að enginn fáist til þess að vinna á leikskólum eða eigum við að taka þetta út fyrir boxið, eigum við að taka þetta út fyrir boxið og skoða málinu upp á nýtt. Ég tel að það sé orðið tímabært og jafnvel að nota eitthvað á útsvarstekjum Reykjavíkur til þess að koma til móts við þá sem að vinna eins og sé á gólfinu. Erum við lagstu launin, laun eru skammalega lág hér og verkalýðsforystan verður náttúrulega að koma í það með okkur að þeir lagst launuðustu fái raunverulega hækkun. Hækka laun leikskólakennara. Hækka laun leikskólakennara og byggja upp leikskólakerfið. Þetta er mjög skýr lína. Jafnvel að hleypa þá krökkum áfram inn í grunnskólana fyrr. Það er auðvitað af og frá að þetta kosningaloforð Vinstri grænna frá síðustu kosningum hafi ekki komist til framkvæmda því að við höfum lækkað hér leikskólagjöld ítrekað og heilmikið. Það átti að vera gjaldfrjáls en leið, já, það er tekið í skrefum Vigdís. Og það ekki gert í einu, þau fengu náttúrulega ekki hreinan meirihluta, þau eru 1 af 4 flokkum og við fórum með þeim í þetta en á sama tíma hefur útgjöldum leikskóla þau hafa aukist 17% á sama tíma og tekjurnar hafa í rauninni staðið í stað. Þetta er ótengt og þetta er líka eitt af því sem við þurfum að hugsa sem samfélag. Viljum við endilega að það séu foreldrar leikskólabarna sem borga leikskólan? Kannski það bara góð fjárfesting fyrir okkur sem samfélag að það sé ekki dýrt. Af því þetta er fólki sem á oftast erfiðast með hann á endum saman
og þú veist, þetta hlutur sem við verðum að ræða. Þetta var ekki okkar stefna, en við fórum með Vinstri grænum í þetta og við höfum hlúð að leikskólanum, en bara rétt eins og Þorbjörg Helga segir, það er alveg sama hvaða flokkur stjórnar borginni, hvort það er Samfylkingin, Miðflokkurinn eða Framsókn. Það verður að finnast fólk til þess að vinna þarna. Við höfum yfirborgað ófærlegt fólk og ég er tilbúin til þess að borga meira. Við höfum borgað 10 auka tíma í mánuði. Kópavogur var að koma inn í það sama með okkur núna og var að jafna það. Ég held að við þurfum að gera betur. Bara eitt að lókum, þetta er þröskuldurinn með 23 borgarfulltrúum eins og veru, þá þröskuldurinn mjög lágur. Það er að komast inn með alveg þetta breytir mjög miklu. Sára litlu fylgi. Það geta alls konar framboð komist inn í raun og veru. Og ég skil ekki alveg, svo ég bundi nú aðeins á Samfylkinguna, eiga allir 23 að vera á 800.000 krónum á mánuði. Meina, hvað er í gangi? Ég bara nægjum ekki. Ég vil sjá svona eins og í Óðinsvéum og í Danmörku, það eru bara 4 kjörnir fulltrúar á fullum launum en þeir eru líka alveg á hvolfi. Hinir mæta í bíróðið. Þetta hljómar eins og konflikt í mínum eyrum því að ég var mjög mótfallið í að fjölga borgarfulltrúum í Reykjavík og þetta samkvæmt nýju lögunum er þetta lágmarkstalan sem er heimilt fyrir í lögunum. Og ég botnaði ekki, svona lítið samfélag eins og Íslandi að það þurfa að vera auka í borgarfulltrúafjöldan í höfuðborginni. En Samfylkingin er sjálfsögðu ákveðið þetta. Þetta er peningaeyðsla, þetta kom fram þegar Jóhanna Sigurðardóttir var forsætisráðherra. Þá var þetta frumvarp sett fram. Hvernig heldur þessar kosningar verið ekki dálítið fjörugar? Ég ætla að vona það. Ég skildi ekki alveg þetta suð sem að varð hérna í síðustu kosningum það að þjóðin var orðin svo þreytt á því að taka þátt í atkvæðagreiðslu það hverjir þetta sitt í sveitarstjórnum eða eitthvað. Ég held að fólk hafi yfirleitt gaman af því að það sé reynt að draga saman til einhverja úrslita og einhverja nýrra ákvarðana í málefni sínum og þetta leiðartal sé bara bull. Já. Ég vona það. Það er gott. Ég ætla að taka smá hlé, en svo er það gríski stjórnmálamaðurinn Zoe Konstantopoulos sem er afar harðorð í garð Evrópusambandsins og þeirra sem hafa vélaði málefni í Grikklands síðan kreppan skelfilega brast þar á.